Góðan daginn, fundarstjóri og gestir. Ég ætla að tala hérna framleiðni í fiskveiðum á undanförnum 35 árum. Það er að segja frá 1973 til 2008 og tímamörkin taka mið af þeim gögnum sem við höfum aðgengileg til þess að mæla framleiðni. Þau ná ekki lengra aftur en til 73 og ég stoppa 2008 því að það er svona ágætis, þá eru gögn eiginlega orðin ekki betri gögn aðgengileg víða. Það sem ég ætla að gera hérna á eftir, það er þá ég ætla að kíkja á framleiðni í fiskveiðum þessi ár, frá 1973 til 2008. Það er rétt að gera svona strax í upphafi grein fyrir þeim gögnum sem ég er að fjalla og nota. Ég er með gögn frá Hagstofu Íslands, Þjóðhagsstofnun Samlögu sem lifir ennþá á vefnum, gögn hennar þar, Hafrannsóknastofnun og Fiskistofu og ég er að athuga sérstaklega hvernig framleiðni hefur þróast, bæði framleiðni einstakra þátta, það er að segja vinnuafls og fjármuna, fiskistofnar. Það eru aðföngin sem ég er með í þessari greiningu og sem mælikvarða á afurðir þá er ég með vergar þáttatekjur. Það eru gögn sem eru tekin frá Hagstofunni og sýna þá magnframleiðslu í hverri atvinnugrein. Og byrja þá á byrjuninni að það sem við þurfum sem framleiðni yfirleitt, þá er átt við að við erum með einhvers konar afurðir, við erum með einhver aðföng og við gerum greinarmun á tvenns konar framleiðni mælikvarðum. Það er að segja framleiðni þar sem við erum eingöngu að hugsa einn tiltekinn þátt. Það er sá algengasti líklega framleiðni vinnuafls. Þá er verið að skoða hvernig það magn afurða sem hægt er að framleiða með einni einingu af vinnuafli breytist yfir tíma. Og það getur verið ársverk sem við höfum til, getur verið vikuvinna, jafnvel dagsvinna eða klukkutímavinna. Og þessi mælikvarði, hann er svona gagnlegur svo langt sem hann nær, en hann hefur þann veikleika að ef maður eykur notkun annarra aðfanga án þess að notkun þess aðfang sem í hlut á hér breytist, þá getur komið mikil framleiðni aukning. Þetta er ekki dæmi til að útskýra. Setjum sem svo að ég sé að skoða hvernig framleiðni vinnuafl sem þróast yfir tíma og ég sé að horfa á bát sem er kannski með 4 menn í áhöfn og ég sé mikil framleiðni vöxt á ákveðnu tímabili. Sá framleiðni vöxtur, hann getur stafað af því að það er verið að kaupa ný og betri veiðarfæri fyrir bátinn, það er verið að endurnýja, þannig að þótt að starfsmenn eða fjöldi í áhöfn haldist óbreyttur, þá er framleiðnin að vaxa mjög mikið. Þannig að til þess að taka á þessum veikleika að maður getur aukið framleiðni eins þáttar með því að auka notkun á öðrum aðföngum, að hafa menn notað svona samsetta mælikvarða sem eru stundum kallaðir fjölþáttaframleiðni eða í heildarþáttaframleiðni ef maður tekur tillit til allra þáttana. Hérna ætla ég að horfa á 2, ég get talað tvíþáttaframleiðni, þess að ég ætla að horfa á vinnuafl og fjármuni, vinnuafl og skip þar að segja, fyrst og fremst. Og ég get líka talað þríþáttaframleiðni og þá get ég bætt við fiskistofnum. Þá býr til stærð sem er svona samsettir fiskistofnar og þetta er þá samsett úr helstu nytjastofnum okkar Íslendinga. Við erum annars vegar að horfa á gögnum veiðistofna og hins vegar það sem þeirra nýtur ekki við, þá er ég að nota gögnum veittan afla á hverju ári. Ég veg þetta saman með meðaltali þorskígildisstuðla á árunum frá 1990 til 2008. Og af hverju höfum við svona mikinn áhuga á framleiðni? Það er að því að framleiðni, hún er mikilvæg forsenda þess að lífskjör okkar getur batnað. Mælt sem hagvöxtur eða mælt til dæmis sem raunlaunahækkun. Án þess að framleiðni vaxi er ekki hægt að búast við því að raunlaun geti hækkað. Launin verða að standa undir
þessari framleiðniaukningin verður að standa undir þeim launahækkunum sem að til koma. Þess vegna hefur framleiðni mjög mikilvæg og hún raunverulega þegar maður horfir á hagvöxt til lengri tíma, þá það hún sem að skiptir okkur öllum á. Nú nú bara svona aðeins úttekt á þessu, þið sjáum að það sem ég með þarna, það eitthvað sem heitir T-F. Þetta þessi tvíþáttaframleiðni og hún vegin saman úr breytingum á framleiðslu sem táknað með uppsulóni og breytingum á fjármunaeign sem kallað með kái og svo vinnuafli sem táknað með elli. Og fyrir neðan þetta gert bara í hlutfallslegum logaritmi fyrir ofan og þetta svo aðferð sem ég nota og þessi tvíþáttaframleiðni hún tekur þá tillit til breytingar í notkun á fjármunum og vinnuafli. Og síðan hægt að taka líka tillit til breytinga á stofnstærð. Af hverju það mikilvægt? Jú, vegna þess að ef við erum að mæla framleiðni og tökum ekki tillit til náttúruauðlindarinnar sjálfrar, þá fáum við fram skekkju. Skekkjan stafar af því að við getum verið með tímabil þar sem við erum að fiska niður stofna, við erum að ganga hratt á auðlindina. Og ef við leiðréttum ekki fyrir því, þá getum við fengið fram einhverja mikla framleiðniaukningu sem í raun og veru ekkert annað en rányrkja. Þannig að við verðum að leiðrétta fyrir því hvernig stofnarnir að breytast í atvinnuvegi eins og sjávarútvegi eða einhverju annarri atvinnugrein sem byggir á nýtingu náttúruauðlinda. Þá erum við að taka auðlindirnar inn í dæmið og það gerum við þá með þessum hætti. Þannig að við erum þá að leiðrétta hér fyrir notkun á fiskistofnum. Kíkjum þá næst á hvernig þessi hlutir hafa þróast. Hér ég með línuritt þar sem ég með þetta allt til hæðarauka í vísitöluformi. Ég með 3 hluti þarna uppi af aðföngum. Ég með þáttatekjurnar og þáttatekjurnar. Það svarta línan hér. Þetta eru þáttatekjur. Fjármunir eru með rauðu, það að segja fjármun, það skip og önnur aðri þáttafjármunir sem eru nýttir við veiðarnar. Síðan hafið við vinnuaflið sem með grænu og loks komum við fisk í stofnana og þeir eru þarna með dökkblári línu. Og ef þið horfið á þessar línur, þá sjáum við ef við lítum á aðfanganótkunina, þá sjáum við hvernig fjármunaeignin að vaxa frá árunum 1973 og fram að 1990. Þannig verða að byggja upp fiskiskipastólinn og það sem við nýtum í fiskveiðum. Síðan þessi lína nokkurn veginn flöt, en síðustu árin hún fallandi. Það gefur okkur til kynna að fjármunaeignin að dragast saman á þessum mælikvarða í fiskveiðum. Það svipuð saga sem kemur í ljós þegar maður skoðar vinnuaflið. Ef við horfið á vinnuaflið þá sjáum við að það vaxandi, græna línan hækkandi, hún toppi einhver tíman seint á eða svona miðjan 10. áratuginn og síðan hefur fólki fækkað mjög sem fæst við fiskveiðar. Stofnarnir vaxandi framan af, síðan verður þetta dálítið svona órólegir, falla hratt, vaxa síðan aftur. Síðustu ár hafa stofnarnir aftur verið að hækka, allra síðustu árum verið að draga saman. Eins og ég sagði áðan, þetta eru allir helstu stofnar, þetta eru bæði helstu bolfiskstofnar, þetta líka uppsjávarfiskur eins og loðna og síld og humar þarna inni og rækja. Þannig að til dæmis síðustu árin þá hefur rækjan verið að niðurleið og loðna líka og það hefur örugglega áhrif á þetta. Þannig að þetta þróunin og við skulum kíkja aðeins betur á því að það mjög mikilvægt að átta sig á því að fortíðin, hún hefur óneitanlega tilhneigingu til að móta nútíðin og það sér maður hvað skýrast í sjávarútvegi. Þið sjáum þarna fjármunaaukninguna sem á sér stað í fiskveiðum á 8. áratugnum og við skulum sjá þetta aðeins betur. Þetta landfræðileg dreifing togara 2 ár árið 1970 og 1980. Þessi myndir eru teknar úr skýrslu sem við skrifuðum á Hagfræðistofnun fyrir allmörgum árum byggðir á Íslandi. Hér fyrsta myndin. Þetta togarar á landinu hvar þeir voru gerðir út á árunum 1970.
ekki margir staðir, það er Faxaflóa og Eyjafjörður og þetta er náttúrulega gömlu síðutogararnir sem voru yfirleitt gerður út af bæjarútgerðum. Svo sjáum við 10 ára síðar og þá er þetta svona. Og þetta er að hluta til sá vandi sem við höfum átt við að glíma. Að þarna á sér stað gríðarleg fjárfesting á 10. áratugnum, ekki bara í skipum. Við gleymum því ekki að þarna fylgir oft með fjárfesting í sjávar, í útgerð, í fiskvinnslu og höfnum og fleiri. Og þessi vandi er náttúrulega verður því meiri og þetta er gert á tímum líka þegar vextir eru lágir og síðan þegar vaxtastigið snýst við, þegar raunvextirnir fara að verða þyngri, þá verður þessi fortíðarbaggi í kapítali, í fjármunaeign, mjög þungur fyrir mjög mörg fyrirtæki. Og ef við kíkjum á vinnuaflið, það eru vandinni sá að við erum ekki með almennilega nógu góða tímaræði fyrir vinnuafl. Það eru þeir tímaræði sem sýnir ársverk, sem er bláa línan, og hún nær til 2000. Síðan eru 2 tímaræðir í viðbót, vinnumarkaðsrannsóknir, Hagstofu Íslands og upplýsingar úr staðgreiðsluskrám. Og þið sjáum það að þetta línur þarna það eru að upplýsingarna sem að koma úr staðgreiðsluskrám og vinnumarkaðsrannsóknum, þær gefa til kynna að mun fleiri einstaklingar fáist við fiskveiðar heldur en nemur fjölda ársverka. Í ofanálag er sá vandi sem hefur komið á allra síðustu árum og hann er sá að eftir að farið var að skrá einkahlutafélög, þá riðlaðist dálítið mikið hvar í atvinnugrein einstaklingar voru skráðir. Sumir stofnuðu einkahlutafélög rekstur sinn og það var kannski fyrirtæki sem að fékkst aðallega við rekstur fasteigna og fjármálastarfsemi og það kannski leigði síðan frá sér fastafjármuni sem voru notaðir við hinn eiginlega rekstur. Við sjáum þetta í fiskveiði, við sjáum þetta í verslun, við sjáum þetta í mörgum atvinnugreinum. Þannig að það vantar, það er ekki alveg náða nákvæmar upplýsingar fjölda starfandi og þá er þetta bara með fiskveiðar heldur mjög margar atvinnugreinar. Nú, kíkjum þá á framleiðnina. Hér er ég að skoða þessa einföldu mælikvarða sem að sýna framleiðni einstakra aðfanga. Það er að segja framleiðni vinnuafls, framleiðni fjármuna og framleiðni stofnana. Ef við kíkjum á framleiðni vinnuafls, þá sjáum við það að það er línan sem er þarna, þessi hérna lína, þetta er vinnuaflið. Að það er mjög vaxandi. Framleiðni þarna hún byrjar í 100 og hún er komin í svona 280 í lok tímabilsins, sem að þýðir það að hún er vaxið 180% á þessu tímabili. Þetta er gríðarleg aukning framleiðni í greininni, mjög mikið aukning. Og þetta gefur okkur kleift að standa undir hærri launum. Þetta er forsenda þess að við getum greitt hærri laun. Rauða línan er fjármunaeignin og þið sjáum þá að hún er vaxandi og síðan mjög fallandi og eiginlega er sama staðan í lok árs 2008. Þá erum við aðeins undir því sem að var í upphafi árs eða upphafi tímabils 1973. Við öðrum orðum, fjármunaeignin hefur ekki skilað líkilli framleiðniaukningu þennan tímabil. Þetta heitir á mannamáli offjárfesting. Offjárfestingin hefur verið það mikil að það er engin aukning af framleiðni á þessu tímabili. Hún er aðeins vaxandi þó síðustu árin, en þetta er vandi sem hefur við að Ég vil taka það fram ára lengri haldi að þessar mælingar allar, þær byggjast náttúrulega bara á þeim gögnum sem eru til staðar og þau geta verið dálítið brotakennd. Það er oft verið að endurmeta hluti, Hafró er að endurmeta stofnstærðir og það er verið að endurmeta fastafjármuni og fleira, þannig að þetta getur verið pínlítið ónákvæmt, en ég held samt að heildarlínurnar séu réttar. Og síðan sjáum við að framleiðni fiskistofna, hún hefur vaxið mikið, nær toppi svona tímanum byrja 1910. áratuginn hefur síðan fallið, en samt sem áður miklu meiri núna heldur hún var upp á tímabilsins.